það sem að samt við erum kannski að fara að reyna að skoða ég meina, þú átt mann og barn, eða börn. Ég á mann og 14 ára barn. Er þetta keisa? Jú. Fyrst þér nokkuð lítið út fyrir það? Alls ekki. Nei. Ekki nokkuð nátt. Ég á 14 ára barn, sjá ég 7 ára barn, sem líka stelpa. En þú ert með 2 og það alveg þá svolítið breytt aldurspil. Þú ert komið 1 sem komið yfir aldurstakmark samfélagsmiðla sem almennt 13, 14 og svo hitt sem kannski svona það fer að koma einhver pressu einhverja leiki og svona einhverja miðla. Já, hún náttúrulega iPad Kid, sko. Já. Hún strax byrjuð í Roblox og svona. Já. Hefur þú farið á Roblox? Ég hef hort á þær í því í smá stund. Já, hvað finnst þér? Mér finnst þetta alltaf lagi. Okay. Ég held að þetta geta alveg verið að vera. Já. Betra en að vera á YouTube Kids, skilurðu? Ekki sammála? Ég er að fá smá efasemd að Já, ég ætlaði kannski ekki að vera í einhverjum shame game. Jú, bring it, shameaði mig í döðlur, sko. Sko, Roblox í rauninni, sko, að því þarna eru aðrir að búa til leikina sem út að spila. Þannig að þetta notenda efni, þannig að því að þetta ekki bara einhver einn leikur, þannig að hann hefur öll eiginleika samfélagsmiðils. Þetta eru samfélagsmiðil í dulbúningi tölvuleiki vettvangs. Áttu börn? Já. Hvað 9 ára. 9 ára? Já. Fær hún ekki fyrir Roblox? Alls ekki. Herru, er þetta ekki bara búið? Sko það sem við erum að sjá í rannsóknum, þetta svona það bil 4 barna og ungmenna sem hefur bara mjög jákvæð upplifun, bara líður betur með sjálfan sig þegar eru búin að vera á netinu. Já. En almennt sé það líka þau börn sem að eiga foreldra sem að hjálpa þeim, segja þeim hvernig þau geti tilkynnt efni, hvað gerist ef einhver fer yfir mörk hjá þeim og svona hvernig þau geti verið örugg á netinu. Þannig að ábyrgðin auðvitað mjög mikil á foreldrum. Já. Er þetta samtal sem að þú átt heima þér? Sko ég hef náttúrulega miklu meira ágjör af eldri, obviously. Hinn þú veist, Max á YouTube Kids og ég er alltaf að segja henni að reyna að útskýra fyrir henni að það sé ekki gott fyrir heilan og svona. Eldri stelpan var að fá Instagram sem að var að smá svona hópþyrsting af því að liðið hennar var með eitthvað Instagram á einhverju móti og það eitthvað svona, en hún fær ekki að vera með henni, hún með lokað, þú veist, það má enginn vera að fylgja henni nema stelpunar í fótboltanum og hún fylgir þeim. Period. Ég hef gert henni greið fyrir bara hvað internetið og internetið gleymir ekki, það svolítið það sem ég kenn henni. Já. Og ég bara mátt aldrei senda efni frá þér eða myndir af þér eða whatever sem þú heldur að fara bara á eina mannsku. Því að þú veist sjálf hvernig screenshot virka og þá þetta geymt og getur verið geymt að eilífu, skilur. Ég held að það sem líka hjálpar henni að hún segir mér bara allt í lífinu, sko. Ég veit alveg hún myndi ekki hika við að segja mér ef að það eitthvað saman hvort það í raunheimum eða internetheimum, sko. Þetta einmitt nákvæmlega, allir unglingandi sem tala jákvæð upplifun, þeir eiga svona stað heiminn á sér. Nú þurfum við að fjölga þessum heimilum og það eru til verkfærakistur fyrir foreldra til þess að kynna sér svona efni. Já. Þannig að Einn sem að byrja mig að hún þurfi alltaf að vera að horfa á eitthvað sjónvarp eða bara eitthvað þegar hún borðar. Já. Þarna ég komin í skjánukun sem að ég var að segja þetta við sálfræðingum daginn. Ég var alveg, er ég ógeðslega leiðinleg mamma þegar ég bara nennir ekki að opna iPadinn þegar þú ert að borða þegar þú kemur heim. Og svo sálfræðingur minn bara, ok, og þegar þú ert ein heima, Birna, hvað gerir þú þegar þú borðar? Ég bara, ég bara í símanum allan tíman. Og já, og þannig hvað heldur hún hafi fengið þessa hugmynd sem eitthvað svo ógeðslega mikið sens. Þannig að núna ég að æfa með hennu þegar ég kem heim, hún iPad, í staðin fyrir að vera eitthvað, það bannað verið iPad hjá mig, þá ég eitthvað, ertu að leggja niður iPadinn og spjalla við mig? Og ég sest frekar kannski og fæ mér eitthvað með henni. Já. Reyni að búa til stundar sem frekar spjalla og svo náttúrulega kvöldmaturinn stránglega bannað að taka upp skjá, sko. Þetta er skemmtilegt, sko, við gerum rannsókn og við spurðum út í þetta. Okay. Hvað myndirðu halda ef við tökum bara yngsta aldurshópinn þar, 18-29 ára, hvað heldur eigi margir erfitt með að borða á þess að vera að horfa okkur á sama tíma? Svona 90%. Já, þetta reyndar, sko, þetta helmingur, þetta 46%, en hérna Ok, allir sem ég þekki horfa okkar þegar ég sem mjög mikið. Nú, sko, að ég vinn við þetta allan daginn að tala um þessi mál, ég finn samt alveg líka stundum fyrir pressunni að þurfa að klára svara rílsónum sem konar sendir mér í daginn til þess að geta að fara að sofa með góða samvisku, skilurðu. Hérna, það alveg þessi pressa og maður finnur alveg líka þegar maður við matarborðið og maður að segja já, maður að taka undir, en ég ekki að hlusta neitt. Nákvæmlega, hann segir alltaf, ég heyri þér, ég heyri. Bara já, en ertu að fucking hlusta? Já. Það mín spurning, sko. Vast að meðtaka eitthvað. En sko, hvernig gerir þú eitthvað sjálf? Af því það ýmislegt sem maður getur gert í símanum eins og ónáðu ekki, do not disturb, svefnstillingin, fókusstillingin. Já. Notar eitthvað þessu? Það fer svefnstilling á klukkan 11 hjá mér og hún fer af klukkan 8 eða 9 á morgnana. Og ég setja á do not disturb þegar ég legg mig á daginn. Já. Ekki mikið meira. En það breyttist eitt
því ég var alveg að fara á vegg í vinnun, bara, þú veist, bara búin að ofkeyra mig og ég var bara á hverjum einasta degi bara svona 5 mínútur í alvarlegt burnout, þá sagði einn vinur minn, af hverju ertu með notificationi kveikt á Messenger og Gmaili? Já. Af hverju lætur það ráða hvenær þú þarft að kíkja og sérð e-mailin bara frá þessum sem þú ert að vinna fyrir og þessum sem þú ert að vinna fyrir og þessum, og bara eftir að ég slökkt á því þá bara svona gæti ég andað dýbra. Maður sér það líka bara þegar maður opnar skjáinn og maður með alltaf þessar rauðu bólur. Já. Og það engin tilviljun að það sé alltaf rauðar. Já. Rauður er liturinn sem er á slökkutækjum líka því við þurfum að vita hvernig á bregðast þetta er hættastæðir að. Það gætu verið grænari eða bláar en það eiga að vera óþægilegar. En það ekki hjá mér. Það er grannlega að taka þær af. Það er nefnilega að taka þær af og það er mjög gott að gera það. En það er nefnilega margir sem að taka þær ekki af. Við getum líka bara að vala okkur hvaða uppi myndu vilja hafa, nákvæmlega. sem er þá líka þannig við fáum skilaboð frá vinum og fjölskyldu sem skipta okkur máli. En það er nefnilega rauða bólan, hún mætir alveg saman hvort það er mamma að senda mér að ég þarf að kaupa eitthvað á leiðinni heim eða bara hvort að Mr. Beast var að setja nýtt myndband eða Kalli var að posta í brask og brall. En við skoðum líka þetta eftir. En í því meiri streituástandi sem ég er í, því meira sækist ég í að opna rútínuna mína, Messenger, Gmail, Instagram og ég ger þetta stundum á repeat án þess að fatta ég er búin að opna það öll, ég er búin að kíkja öll notification og ég held því áfram. Það er bara út, ég er í eitthvað streitu og ég er að reyna að gera eitthvað. Það er svona ofta ákveðin vítarhingur sem byrjar, þetta er líka eins og þegar maður getur ekki sofna, þá fer maður í síman, maður fer að skrolla áfram, maður er enn ólíklegir til þess að geta að fara að sofna. Já, ég má ekki opna upp eftir, ég reyna að gera það bara eiginlega alls ekki. Já. Ég opna aldrei TikTok eitthvað ef ég er að fá svo út, ég finn bara að örfa mig svo mikið. Þó að ég sé að fræða, þá er ég heldur ekkert eitthvað berfættur út í skógi alveg ráftækjalaus, sko. Ég er líka með tæki og ég nota tæki. Við erum öll aumingjar. Nei, já, ég veit það. Það er engin fullkomin og við erum ekkert, já, við erum með okkar eigin uppskrift. Það er ekkert markmiðið heldur að vera eitthvað fullkomin í þessu. Nei, en við þurfum að vita. Mér finnst þetta snúðast er ég með stjórnina eða er þessi með stjórnina? Já, talandum að hafa ekki stjórn, þá hefur þetta úr algjöra stjórn á mér. Já. Fyrsta sem ég gerði í vakna er bara hvað er með mikið body battery, bara hvað fekk ég mikið slíp, sko. Þar er ég alveg í þrá ekki dauðan, sko. Er eitthvað sem þú pælir í, einhver skref sem þú tekið með síma eða samfélagsmiðla, eitthvað hafa hann ekki í svona seilingafjarlægð, setja hann eitthvað þar annar staðar, er eitthvað sem þú hefur gert sem hefur virkað og þú svona, já, þetta virkaði fyrir mig? Ég bara, ef ég fer í sund, get ég ekki verið með síman og mér líður vel þar. Ég fer í sund til þess að fá hreinsun á hausnum og geta setið með engunum með hugsunum mínum og gamlum kollum. Ég hef aldrei notað síma til þess að forðast óþægilegar aðstæður. Ég hef gert það. Já, ég er samt alveg líka þar. Já. Þannig að við ætlum ekki að dæma það neitt. Nei. Ég hef aldrei sagt bara 5 mínútur í viðbót en endaði klukkutíma skróli. Ég held ekki, út af því að ég myndi aldrei segja við sjálfum mig bara 5 mínútur í viðbót. Ég bara leyfi mér að njóta þess lengi og ég vil, sko. Þú ert bara svona hreinskilin. Ég gef mér ekkert tímalimit. Vel gert. Með alveg sama. Já, vel gert. Já. Sko, ok, ég hef aldrei fengið síman í andlitið þegar ég var að skrolla í rúminu. Jú. Er eitthvað lúðalegra? Maður hérna. Það er svo ógeðslega lúðalegt. Ertu ekki að tala um það? Bara missa náttúrulega sér. Ég er að tala um það. Það er svo lúðalegt eins og ég lendi maður minni og ég grenni og það komið tár. Það er ekkert lúðalegra en að missa síman og allt af sér. Sko, ég hef aldrei opnað síman og glemt strax af hverju. Jú, það held ég. Já. Af því að það hlýtur bara að vera út af því ég hef gert allt og munað ekki af hverju ég er að því, sko. En ég meira kannski, ég opnaði síman og ég var að fara að senda, þetta lendi ég á hverjum einasta degi. Ég fæði svona, heyrðu, ég var að muna að senda Ebba að það vandar hundamát og ég opnaði Messenger, þá sé ég 3 notifications og ég fyrir beint í þau frekar. Já. Ég verð fyrst að, þú veist að bara næstan nær athyglinni minni. Þetta er hundurinn minn, Bái. Já, hún er frábær. Þetta er hún Phoebe. Hún var nefnilega kúriki á Reykjavíkunni. Og þá fer ég að gera eitthvað annað. Já. Og þá er ég bara að byrja akkur opnaði Messenger, svo man ég kannski 2 tíma seinna, ég leta hann aldrei vita á hundamanni. Einmitt. Þetta er meira þannig, já. Einmitt. En sko, ég hef aldrei fundið fyrir stressi þegar sími var ekki nálægt mér. Jú, bara alltaf. Já. Ef þið tækjuð síma mig núna og myndi bara fara með hann, ég væri bara Heitið kalt, að eyða fyrsta klukkutímanum eftir að maður vaknar án síma. Kalt, það er leiðilegt. Heitið kalt, það má segja hvað sem er á samfélagsmiðlum. Ég hef lóta móðgeð að særi aðra. Kalt. Já. Mér finnst það ekki flott. Nei, við erum sammála þar. Og mér langar að vera með smá tips. Já, komdu með það. Mér langar að vera með smá tips fyrir foreldra. Við vorum í útlöndum daginn og þá erum við út að borða okkur einstakvöldi
og það var ógeðslega, þú veist, við reynum að treina hann og ekki verið í skjánum, svo má hún fara í hann, ef það ógeðslega lengi að koma maturinn og eitthvað, auðvitað langar okkur mannin mínum bara að geta spjalla líka. Já. Síðan þegar kemur matur, þá er náttúrulega niður alla skjá og við borðum saman, en hún hefur mátt fara í skjá meðan við að bíða. Við keyptum bara í einhverjum svona algjörum tækjarbúðum bara úti, nokkra bara limmiðabækur og þessa bækur og hina bækur, og hún valdi alltaf einhverja 2 áður en við fórum út að borða. Hún var að föndra þetta heil lengi á meðan við biðum oft. Og ég var bara eitthvað, vá, hvað það var easy. Sko ég er með aðra reglu inn á mínu heimili og það er mitt svona, það er engin sími í samverustundum. Og það var bara því að mín 5 ára, hún bankaði mig og henni fannst umrætt að ég væri í símanum og með vorum að horfa á sjónvarp. Hugsaðir. Og þetta er eitthvað sem að, við höfum yfirfært yfir á aðrar stundir eins og matatíma. Því svo sér maður í gögnunum bara það eru opaslega margir sem er erfitt með að borða og við erum erfitt með að fara að sofa án sem vera að horfa á okkur sama tíma. Þannig þetta eru líka oft bara ávann sem við erum að skapa okkur. Er eitthvað svona eitt sem að þið langar kannski til þess að taka til hjá þér þegar kemur að öllu þessu? Hjá mér persónulega? Já, bara núna þegar þú gengur út, er eitthvað sem þú myndir hugsa, þetta væri gaman að bæta við? Ég fæ mest svona, mér langar að spjalla við fjölskylduna mína hvernig þeim líður. Það er eina sem ég er að hugsa núna. Gætum við ekki verið að eiga aðeins dýpri samverustundir oftar? Það er það sem ég er að hugsa núna. Það er líka bara frábær punktur og það sem hefur setið opbáslega sterkt í mér það var því að heyra þetta ráð hvernig myndum við tengsl aftur þar sem tengsl hafa rofnað og það er talað um að við þurfum kannski ekki nema 15-20 mínútur á dag með barninu okkar á sama tíma sem við gefum barninu á þeirra forsendum á hverjum degi og við þurfum að halda því við 15 mínútur á dag fyrir barninu okkar og þarna getum við skapa tengsl mjög fljótt aftur jafnvel þar sem að tengsl hafa rofnað.